Fjórði liður dagskrá starfsáætlun og stefnur eða nefnda og það formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs sem tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, það gengur svo hratt dagskráin að ég var varla orðin bara viðbúinn en rétt að finna hérna staðinn í skjalinu mínu. Já, ég ætla að byrja með bara örstutta yfirferð hvað sviðið að gera. 1. janúar 2017 voru fasteignir Akureyrarbæjar og framkvæmdadeild sameinaðar í eitt svið, umhverfis- og mannvirkjasvið. Sviðinu skipt upp í 4 deildir, það eru nýframkvæmdir, viðhald mannvirkja, umhverfismál og sorphirða og loks slökkvilið og brunavarnir. Fjöldi stöðugilda á árinu 2020 áætlaður 105 sem sama og var árið á undan. Þar að veru 31 hjá umhverfismiðstöð, 29 hjá slökkviliði, 20 hjá strætisvögnum og ferliþjónustu, 21 hjá skrifstofu, 3 hjá listigarði og 1 hjá leiguíbúðum. Nýframkvæmdadeildin heldur utan öll verkefni sem snúa að nýframkvæmdum sem eru eignfærð. Viðhaldsdeild heldur utan allt viðhald mannvirkja, gatna, stíga sem Akureyrarbær á og hefur í sinni umsjá. Umhverfisdeildin heldur utan öll umhverfismál og rekstur af ýmsum toga sem og sorphirðu og sorpeyðingu, dýrahald, listigarðin og fleiri verkefni sem snúa að málaflokknum. Slökkvilið, undir það fellur slökkvistarf, björgunarstarf, eldvarnir, sjúkraflutningar og almannavarnir. Svo stoðþjónusta sem vinnur þvert á deildir, það eru rekstrardeild, hönnun og mælingar og umhverfismiðstöð. Þá vil ég víkja að ýmsum álitamálum eða spurningum sem við stöndum frammi fyrir á umhverfis- og mannvirkjasviði. Fyrst varðandi framkvæmda miðstöðina, þá vil ég nefna þá hugmynd að færa rekstur á framkvæmda miðstöð til Norðurorku, sem eins og flestir vita 98,5% í eigu Akureyrarbæjar og starfrækir rafveitu, hitaveitu, vatnsveitu, fráveitu og fleira. Fyrir þessu má færa margvísleg rök. Starfsstöð framkvæmda miðstöðvar nú þegar á Rangárvöllum í húsnæði Norðurorku. Starfsemin keimlík að því leyti að það verið að þjónusta innviði út allan bæ og reyndar allt sveitarfélagið. Vinnuflokkar, bifreiðar, tæki og tól, upplýsingakerfi koma þarna við sögu. Norðurorka hefur mikla reynslu af rekstri kerfa með rauntíma mælingum af ástandi og ég til að við getum lært af því varðandi til dæmis snjómokstur og hálkuvarnir. Norðurorka hefur sterkt stjórnskipulag og góðan fókus á verkefnum sínum og stöðugleika í mönnun. En það alkunna að Akureyrarbær eins og önnur sveitarfélög hefur átt erfiðara uppdráttar á vinnumarkaðnum. Kannski vegna þess að kraftarnir dreifast of mikið eða kannski því að það erfitt að bjóða upp á umhverfi sem hentar ólíkum hópum hvað varðar faglega starfsþróun og kjara umhverfi. Sem fyrirmyndað svona uppsetningu nefni ég Vestervík í Svíþjóð sem sveitarfélag með rúmlega 30.000 íbúa, þar af 20.000 í stærsta þéttbýlinu. Þetta sem sagt mjög svipað og Akureyri og Eyjafjarðarsvæðið. Annað nærtækt dæmi reyndar samstarf þessara sviða hjá sveitarfélaginu Skagafirði, en þar til svið sem nefnist veitu- og framkvæmdasvið og hlutverki þess lýst svo. Meginverkefni veitu- og framkvæmdasviðs yfir umsjón með nýframkvæmdum og viðhaldsverkefnum á vegum sveitarfélagsins, rekstur og viðhald veitukerfa, umhverfis- og hreinlætismál og umferðar- og samgöngumál. Ég og bæjarstjóri höfum rætt þessa hugmynd lauslega við forstjóra Norðurorku sem telur þetta alveg athugunar virði. Við munum á næstu vikum ræða þetta nánar og væntanlega setja fram mótaða tillögu nákvæmlega hvaða starfsemi myndi flytjast yfir, hvernig þetta útfært, hvort þetta leiði til hagræðingar og þá hve mikillar og hvenær það myndi gerast. Ég vil samt taka fram að sparnaður væri ekki meginmarkmiðið með þessu í mínum huga. Sorp- og endurvinnslumál. Önnur hugmynd sem ég vil viðra varðandi sorp- og endurvinnslu. Það hvort Akureyrarbær ætti að taka til sín eða fela Norðurorku meira af þeim málaflokki.
Í dag erum við með samning við verktaka, það Terra sem áður hét gámaþjónustan, söfnun sorps frá heimahúsum, rekstur grendarstöðva, rekstur gámaplans, rekstur móttökustöðvar að Hlíðarvöllum ofan Akureyrar og svo brottflutning og eða förgun á flokkuðum úrgangi. Akureyrarbær og Norðurorka koma að frekar litlu leyti að þessum málum eins og Það þó samstarf við fleiri sveitarfélög rekstur jarðgerðarstöðvarinnar Moltu sem ákveðið flaggskip í þessum geira hvað varðar fyrirmyndar úrvinnslu á lífrænum úrgangi. Og þá ber að nefna að Norðurorka hefur núna Orkey undir sínum væng en það söfnun og endurnýting á úrgangsolíu og svo Norðurorka að vinna metan úr gamla urðunarstaðnum á Glerárdal sem notað sem eldsneyti á bíla og það mjög gott verkefni. En miðað við hversu sterkt vægi úrgangs og flokkunar og endurnýtingar orðið á landsvísu og heimsvísu sem hluti af loftslagsumræðunni og plastmengun í höfunum og svo framvegis. Þá má alveg ræða hvort Akureyrarbær ætti ekki að láta þessi mál meira til sín taka og þá gjarna í samstarfi við sveitarfélög í Eyjafirði og á Norðurlandi því að tæknilegar og nútímalegar lausnir á þessu sviði kosta mikla peninga og krefjast ákveðinnar stærðarhagkvæmni. Það höfum við nú þegar séð varðandi nútíma urðunarstaði og jarðgerð og sama gildur úrvinnslu úr plasti og gasgerð og svo ekki sé nú talað sorpbrennslu. Ég varpaði fram hvort Akureyrarbær ætti að taka til sín söfnun á sorpi og flokkuðum úrgangi frá heimilum og rekstur móttökustöðvar. Með því móti gætum við ef til vill tryggt af enn meiri metnaður og framsýni yrði varðandi flokkun og úrvinnslu og þar með minnkun á því sem fer á endanum til urðunar. Það stóra markmiðið. Þetta mætti mögulega útfæra með byggðasamlagi við Eyjafjörð og við ættum að mínum mati ekki að láta það slá okkur út af laginu þótt byggðasamlagi Sorpa á höfuðborgarsvæðinu hafi mætt mótbyr á síðustu vikum og mánuðum vegna kostnaðar við nýja gas- og jarðgerðarstöð. Lærdómurinn þar virðist vera sá að kjörnir fulltrúar þurfa að setja sig vel inn í málin og að æskilegt sé að stjórnarmönnum sé ekki öllum skipt út á sama tíma þannig að samfella í þekkingu tapist. Ég bendi líka á að það heilmikil tengsl á milli sorp- og endurvinnslugeirans annars vegar og svo framkvæmda og orkugeirans hins vegar. Í sveitarfélaginu sem ég nefndi áður, Vestervík í Svíþjóð, fyrirtækið Vestervík Miljö og Energi sem eins og fyrr segir einhvers konar Norðurorka plus framkvæmdamiðstöð. En ekki nóg með það, heldur sér félagið líka sorphirðu frá heimilum og rekstur sorpbrennslu. Sorpbrennslan framleiðir rafmagn og einnig heitt vatn sem hvort vekja svo sent út bæinn til heimila og fyrirtækja. Þannig að þessi starfsemi öll samtvinnuð. Og ég óska eftir umræðu það, annað í dag eða á næstu vikum, hvort við eigum að taka til okkar meira af þessari starfsemi varðandi sorp og endurvinnslu. Annars því við að bæta að það tæplega 3 ár eftir af samningi okkar við Terra, eða gámaþjónustuna, sorphirðu. Hann þó uppsegjanlegur á þessu ári. Við erum með starfandi vinnuhóp framtíðarsýn sorpmála Akureyrarbæjar og reiknum með að hann skili af sér tillögum á næstu vikum. Það hins vegar einnig í gangi á vegum Eyþings eða eins og það heitir núna eftir sameiningar SSNE og ásamt SSNVAF svipuð vinna í gangi og standa vonir okkar til að það takist að skapa sameiginlega framtíðarsýn á Norðurlandi metnaðarfullar lausnir í sorp- og endurvinnslumálum. Loks nýlega komnar fram tillögur umhverfisráðherra sorpmál og fleira tengt þeim og þær að mörgu leyti áhugaverðar. Stærsta breytingin líklega sú að lagt til að almenningi og fyrirtækjum verði skylt að flokka rusl, en nú það einungis vinsamleg tilmæli eins og kunnugt Eitt atriði í tillögum ráðherra svolítið áhyggjuefni fyrir okkur á Akureyri sem höfum verið að nota grendargáma með mjög góðum árangri og litlum tilkostnaði, en ráðherra leggur til að skylt verði að sækja helstu flokka úrgangs af heimilum fólks, sem þýðir þá að tilgangur með grendastöðum dálítið í uppnámi. Varðandi malbikunarstöðina vil ég síðan nefna í þriðja lagi að það þá svið sem kannski ekki lengur þungamiðja í rekstri sveitarfélagsins, rekstur malbiksframleiðslu og vinnuflokks til lagningar á malbiki. Akureyrarbær starfrækir malbiksframleiðslu á Glerárdal í stöð sem komin til ára sinna en hefur samt starfsleyfi til nokkur ára í viðbót. Það mín tillaga að við könnum fýsileika þess að leggja stöðina niður fyrr en starfsleyfi rennur út. Rökin aðalega tvíþætt. Annars vegar að það starfandi hér í bæ önnur malbikunarstöð, það malbiksframleiðsla, sem nýrri og hefur sterkara bakland hvað varðar rannsóknir og framþróun. Og það liggur fyrir eftir fund sem ég og bæjarstjóri áttum með forstjóra þess félags að við getum keypt þaðan malbik
á sama taxta og gildir í virku samkeppnisumhverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hin megin röksemdin að það yrði veruleg landhreinsun á Glerárdal að losna við stöðina þaðan og hreinsa til á svæðinu. Þá myndi ekki bara verða snyrtilegra á þeirri tilteknu lóð, heldur yrði sálræna breytingin svo að víðernið innan gæsalappa og náttúruperlan á Glerárdal myndi allt í einu ná heilum kílómetra lengra norður, eða sem sagt alveg niður í Réttarhvamm, í stað þess að enda eins og nú þarna upp í miðri Brekku við Malbikunarstöðina. Og ég tel einnig að við eigum að hætta eigin rekstri í niðurlagningu á malbiki. Það eru hér í sveitarfélaginu nokkrir verktakar sem eru fullfærir að sinna þeirri starfsemi. Þar vil ég nefna þau rök að malbikun gerist eðli málsins samkvæmt á sumrin en þá mikið að gera í alls konar verkefnum. Á sama tíma og fólk á rétt á að taka sín sumarfrí og fólk að sjálfsögðu oft bundið af sumarleyfistímum skóla og leikskóla og svo framvegis. Til að tryggja samfellu í verkefnum bæjarstarfsmanna yfir árið meira virðið að halda í vetrarverkefni, vinnuflokka og útivinnufólks sem eru eðli málsins samkvæmt fábrotnari. Og varðandi strætisvagna, nú hafin vinna við endurskoðun á leiðakerfi strætisvagna og markmið meðal annars að fjölga farþegum, draga úr notkun einkabílsins og að auka ánægju notenda. Bæði verður leita til sérfræðinga og notenda. Þegar ég las þetta aftur þá hugsaði með mér að notendur eru auðvitað líka sérfræðingar en svo erum við að tala svona sérfræðinga að sunnan sem eru vanir að skipuleggja strætókerfi og við ætlum að hafa náið samráð við íbúa á Akureyri við þessa vinnu og það verður kannski ákveðið pröfuverkefni varðandi íbúa samráð og gott samstarf þar. Ég persónulega til mikilvægt að kanna möguleika á að gera leiðakerfið beinskeyttara og að kanna hvort aðal skiptistöð ætti hugsanlega að vera nær Glerártorgi eða á gamla tjaldstæði við Þingvallastræti, sem væri þá nálægt til dæmis framhaldsskólunum og sjúkrahúsinu. Ef við gætum búið til kerfi með 30 mínútna lykkjum, en lykillinn að því að skiptistöð sé miðsvæðis, sem miðbærinn ekki, þá gætum við stytt ferðatíma fyrir fólk, aukið tíðni, og jafnvel líka komist að með færri vagna. Og það ekki nóg með að miðbærinn sé alls ekki miðsvæðis eins og ég nefndi, heldur hann líka frekar illa tengdur við flest hinn fjölmennari íbúahverfi. Það löng vegalengd frá miðbænum og suður í Nausta- og Hagahverfi og líka löng vegalengd norður í Síðu- og Giljahverfi. Og þó að vegalengdin sé svo sem ekki löng frá miðbænum upp í Gerða- og Lundahverfi þá Kaupvangsstræti talsverð hindrun því að það svo bratt. En ef það yrði skiptistöð strætó við gamla tjaldstæðið í Þórunnarstræti þá mætti hugsa sér að tengja þá stöð við miðbæinn með minni vagni búnum fjórhjóladrifi sem að gengi upp og niður gilið, jafnvel á 15 mínútna fresti. En þetta kemur allt í ljós þegar vinnan hefst fyrir alvöru. Varðandi kostnað við uppbyggingu og rekstur gatna þá hann mjög verulegur eins og við vitum og í rekstrinum felst til dæmis endurmalbikun, snjómokstur, hálkuvarnir, þvottur, málun, viðhald á umferðarljósum og svo framvegis. Gatnakerfið okkar á Akureyri um 150 km á lengd eða 1 milljón fermetra af flatarmáli og 85% af því á forræði Akureyrarbæjar en tæp 15% hjá ríkinu. Allar tekjur hins opinbera bílum lenda hins vegar hjá ríkinu, það kemur ekki króna til sveitarfélagana. Og þar má nefna tolla og virðisaukaskatt af nýjum bifreiðum, bensíngjald og virðisaukaskatt á eldsneyti, bifreiðagjald sem innheimt árlega af ökutækjum. Akureyrarbær fær vissulega gatnagerðargjald í upphafi þegar lóð úthlutað og nægir það einhverju leyti fyrir stofnkostnaði við göturnar. Árlegur fasteignaskattur hins vegar ekki hugsaður vegna kostnaður við rekstur gatna heldur við bæjarkerfið í heild og ég hef spurt af því hvort okkur væri heimilt að leggja á sem viðbótar fasteignaskatt, einhvers konar gatnarekstrargjald en mér sagt að svo sé ekki. Dreifbýli sveitarfélög eins og til dæmis Eyjafjarðarsveit eða Hörgársveit eru með þveröfuga stöðu, eru kannski sjálf með frekar 15 eða 20% af sínu vegakerfi en ekki 80% í eigin rekstri. Og ég spyr, þetta eðlilegt? En menn getur kannski sagt að það eru fyrst og fremst akureyringar sem eru að keyra götur Akureyrar og bara mátulegt á okkur að borga þetta allt sjálf. Og kann að vera rétt en sama má þá kannski segja Eyjafjarðarsveit.
sennilega eru fyrst og fremst Eyfirðingar að keyra þá vegi því að það eru sárafáir sem eiga leið í gegnum Eyjafjarðarsveit því að það tekur ekkert við þar sunnan við. Þetta þá kannski leiðir mig til þeirra niðurstöðu að spyrja hvort að Vegagerðin ætti kannski að reka alla vegi á landinu eða, sem var annar möguleiki, að með stórfelldri sameiningu sveitarfélaga þá getur þau orðið nógu burðug til að taka að sér rekstur og viðhald allra vega á sínu svæði. Þetta málefni eitt af mörgum sem við ættum að ræða á vettvangi sambands sveitarfélaga og varðar að sjálfsögðu þessa stærri togstreitu við ríkið skiptingu verkefna og tekjustofna. Þétting byggðar. Í framhaldi af þessari umfjöllun leiðakerfi strætó og kostnað við rekstur á gatnakerfinu þá langar mig að ræða aðeins þéttingu byggðar. Ég tel að það sé eitt af okkar stærstu hagsmunamálum og vil nefna fyrir því ferns konar veigamiklar ástæður. Fyrsta, rekstur strætókerfisins verður miklu markvissari og hagkvæmari eftir því sem byggðin þéttari. Það kostar okkur það bil 40 milljónir á ári að bæta við einni leið inn í strætókerfið. Númer 2, þéttari byggð þýðir umfangsminna gatnakerfi og þar með minni stofn- og rekstrakostnað á götum. Númer 3, leiðir fólks verða að jafnaði styttri og þar með verður auðveldara að velja umhverfisvæna ferðamáta eins og að ganga eða hjóla. Og númer 4, styttri leiðir leiða líka til minni mengunar vegna útblásturs bíla, minni kostnaðar við eldsneyti, minna dekkjaslits, minna svifryks og svo framvegis. Þannig að ef við leggjum þessar röksemdir allar saman þá má sjá að þétting byggðar ekki bara ódýrari og praktískari leið fyrir okkur til framtíðar, heldur þetta mjög stórt umhverfismál. Aðeins varandi slökkvilið. Slökkvilið Akureyrar rekur eldvarnareftirlit, slökkvilið og björgunarþjónustu samkvæmt lögum. Starfsvæðin nær yfir 4 sveitarfélög, Akureyrarbær, Hrísey, Grímsey, Eyjafjarðarsveit, Hörgárssveit og Svalbarðsstrandarhrepp. Og á síðasta ári voru farin á vegum slökkviliðsins 848 sjúkraflug og sjúkraflutningar með bílum voru 2508 talsins, þannig að þetta stór hluti í starfsemi slökkviliðsins. Þessu hvoru tveggja fækkaði örlítið á síðasta ári, það að segja sjúkraflutningum með flugi og bílum. Hins vegar voru útköll á dælubíl 137 talsins sem meira heldur en verið hefur undanfarin ár og þetta hefur verið vaxandi. Stærsta verkefni slökkviliðsins á þessu og næsta ári kaup á nýjum körfubíl sem við áætlum að muni kosta tæplega 100 milljónir króna og við erum þar í samfloti með fleiri sveitarfélögum. Umhverfismál. Akureyrarbær stendur framarlega í umhverfismálum og við viljum gera enn betur. Umhverfis- og samgöngustefna Akureyrar mikilvægt stjórntæki í þeirri vinnu og það þarf að huga framfylgd hennar og endurskoðun. Við héldum í ráðinu 3 fundi í fyrravetur þar sem var farið yfir allar greinar áætlunarinnar og það reddar fram og aftur og einnig á 3. fundinum rættu mögulegar viðbætur eða ný efni sem að gæti átt erindi inn í stefnuna. Þegar hins vegar vegna fæðingarorlofs þá fórst fyrir að ljúka þessari formlegu endurskoðun og þá þurfum að vinna því á næstu vikum og mánuðum að gera það núna fyrir vorið. Mikil umræða varð svifryk og hálkuvarnir á Akureyri síðastliðið haust. Þá hafði svifryk farið það bil 20 sinnum yfir heilsuverndarmörk á árinu og heilbrigðisnefnd sendi frá sér ályktun þar sem meðal annars var lagt til að aukin áhersla yrði á notkun á salti til hálkuvarna. Ekkert var það því en salt og sjór voru hins vegar notuð til að binda ryk á götum. Það tókst misjafnlega, stundum gekk það vel en í einum hlýindakafla myndaðist mikil leðja á götunum sem virtist stafa af því að saltið leysti upp óhreinindi sem voru á götunum og jafnvel leysti upp að einhverju leyti malbikið sjálft. Lærdómurinn af þessu var margvíslegur, meðal annars þessi: við þurfum að þrífa göturnar betur, nota vandaðan sand eða mulning til hálkuvarna og nota hann sparlega. Forðast að bera sjó á mjög óhreinar götur, rannsaka betur hver uppruni óhreinindana á götunum, þar á meðal hvað af þessu kemur annar staðar frá. Verkfræðistofan Efla þessa dagana að sækja styrk til að vinna svona rannsókn hérna á Akureyri sem gæti orðið mjög gagnleg fyrir okkur án þess að valda okkur teljandi útgjöldum. Stefnt á að loka tjaldstæðinu við Þórunnarstræti eftir sumarið 2020 eins og við áður komið fram, enda aðstaða þar mjög takmörkuð og vilji skátahreyfingarinnar að einbeita sér að rekstri á einum stað.
Þessi reitur hins vegar mjög áhugaverður fyrir uppbyggingu þjónustustarfsemi eða íbúðabyggðar. Rekstur Kjarnaskógar, Naustaborga og Eyrarlandsháls í höndum Skógræktarfélags Eyfirðinga og samningur þetta var endurnýjaður núna áramótin. Eitt af stóru umhverfisvænu verkefnum Akureyrarbæjar Molta sem var stofnuð árið 2007. Molta tekur við lífrænum úrgangi og framleiðir jarðvegsbæti með miklum umhverfisávinningi. Félagið að stíga framfara skref núna í vetur því að á næstu vikum verður sett upp vél sem getur skilið plast frá lífrænum úrgangi og myndast á tækifæri til að taka á móti útrunnum matvælum frá stórmörkuðum eða þá skemmdum eða rangt merktum matvælum frá matvælavinnslu. Þetta talsvert magn á hverju ári sem fram að þessu hefur yfirleitt farið til urðunar og það ekki vegna þess að gjaldskrá Moltu hafi verið fráhrindandi að okkar mati heldur að því að fyrirtækin telja sig hafa takmarkaðan tíma og aðstöðu til að vinna rétt úr þessu sem sagt að flokka í sundur mat og umbúðir og inni á gólfi hjá sér. Loksins varðandi Moltuna vil ég nefna að hún að sjálfsögðu fyrirtaks jarðvegsbætur og fæst endurgjaldslaust og ég hvet alla til að nýta sér það. Nú, rekstur fasteigna, tekjur þess viðs vegna reiknara leigu á fasteignum eru áætlaðar 3.592 milljónir á þessu ári og rekstrar afgangur áætlaður talsverður 619 milljónir króna. Það eitthvað svipað og verið hefur, þetta nokkuð há tala og auðvitað má alveg ræða þá pólitík hvort að það sé rétt að fasteignir séu að pína skóla og aðra stofnanir með leigu sem að gerir meir en að duga fyrir kostnaði, svona yfir árið að mesta kosti. Nú viðhaldsmál. Viðhaldsáætlun ársins 2020 hjá Umhverfis- og mannvirkjaráði gerir ráð fyrir 500 milljónum í viðhald á fasteignum. Fastur og ófyrirsíður kostnaður í viðhaldi fasteigna 40% af áætluðu fjármagni en 60% má ætla að geti farið til skipulagðra verkefna og endurbóta. Stærstu flokkar í viðhaldi eru íþróttamannvirki með 143 milljónir, skólar 105, öldrunarstofnanir 71 miljón, leikskólar 59 milljónir. Og örfá dæmi verkefni, leikskólinn Iðavellir, endurnýja timburgirðingu fyrir 10 milljónir, Hof menningarhús, endurnýja neyðarlýsingu fyrir 9 milljónir, Víðilundur, kjallari, þáttaka í dreni 5 milljónir, þetta ekkert allt rosa spennandi verkefni en svona sumt að þessu hluti sem bara þarf að gera. Akureyrarbær rekur það bil 340 félagslegar leiguíbúðir og ef að líkum lætur munu nýir leigjendur koma í 40 til 50 íbúðir á árinu og reynslan segir okkur að þá þarf að gera minniháttar lagfæringar bara vegna leigendaskipta sem að muni nema samtals 28 milljónum, þannig að það safnast þegar saman kemur líka. Við hófum á síðasta ári heildstæða athugun á ástandi skóla og leikskóla í sveitarfélaginu með tilliti til rakaskemmda og mögulegra vandamála af þeim orsökum. Einkum hvort heilsuspillandi aðstæður kynnu í einhverjum tilvikum að hafa skapast. Nákvæm athugun var gerð á Brekkuskóla og Oddeyraskóla og reyndist þörf á úrbótum á nokkrum stöðum og af margvíslegum ástæðum. Þeim úrbótum núna lokið og á þessu ári ætlunin að gera eitthvað svipaða athugun á Lundarskóla þar sem að hefur orðið vart við leka síðast núna í vetur. Nú, nýframkvæmdir. Framkvæmdakostnaður á árinu 2020 samkvæmt framkvæmda yfirliti áætlaður 1293 milljónir í aðalsjóði og í A-hluta samtals 2117 milljónir. Mismunurinn fyrst og fremst eignasjóður gatna. Langar mig að reifa aðeins nokkrar einstakar framkvæmdir. Göngu og reiðstígur yfir Eyjafjarðará. Isavia hefur lokið við að setja upp nýjan aðflugsbúnað við Akureyrarflugvöll sem mun vonandi auka öryggi og glæða áhuga á millilandaflugi til og frá Akureyri. Sá böggull fylgir skammrifi að leiðin brúna yfir vestustu kvísl Eyjafjarðarár lokast. Akureyrarbær hefur hafið byggingu nýrrar brúar á móts við suðurenda flugbrautar og verður lagður stígur frá henni og norðaustur að núverandi brú á miðkvísl árinnar. Þetta verður 60 metra löng stálbitabrú, 30 metra breið með traustum handriðum, 3 höf og timburgólf, 10 metra löng malarfyllingu í hvorn enda. Nýjasta kostnaðaráætlun 168 milljónir
Við gerum ráð fyrir að Vegagerðin muni greiða 40 milljónir af þessum heildarkostnaði og Landsnet 47 milljónir vegna samlegðar áhrifa við lagningu háspennustrengs undir ána sem er hluti af Hólasandslínu 3. Ætlunin var að nýja brúin yrði komin upp í lok apríl en það er ekki útlit fyrir að það muni nást og þá verður mann að sjá til hvort að fresta framkvæmdum fram á haust eða teygja sig inn í varptíma fugla og göngutíma fiska. Það verður svona álitamál hvernig verður best að ljúka þessu. Til framtíðar er það svo óleyst verkefni að gera upp brýr á miðkvísl og austustu kvísl sem mun kosta 20 milljóna en á miðbrúnni mætast sveitarfélögin Akureyrarbær og Eyjafjarðarsveit. Leikskólinn Klappir við Glerárskóla. Núna hefur verið í undirbúningi í nokkur ár bygging á Klöppum, nýjum leikskóla fyrir 145 börn við Glerárskóla. Skipulagsvinnu og hönnun er lokið og er gert ráð fyrir að hægt verið að bjóða bygginguna út núna í febrúar og það er að fara í gang og það er ráðgert að tilboð verði opnuð 11. mars. Á fjárhagsáætlun þessa árs eru 570 milljónir vegna framkvæmdarinnar og svo 400 milljónir á næsta ári. Markmiðið er að leikskólinn verði tilbúin haustið 2021 og það er ljóst að það er metnaðarfull áætlun. Frekari framkvæmdir yfir leikskóla er það að segja að síðasta haust var birt niðurstaða af vinnu brúum bilið hópsins eins og hann var kallaður, þar sem settar eru upp ýmsar sviðsmyndir þörf fyrir leikskólapláss eftir því hvort eða hve mikið börnum á leikskóla aldrei fjölgar í bænum. Í öllum tilvikum er gert ráð fyrir að hægt verið að bjóða 12 mánaða börnum úrræði annaðhvort í leikskóla eða hjá dagforeldri. Þörf fyrir nýframkvæmdir yfir leikskóla á næstu árum mun ráðast af mörgu, til dæmis fjölgun íbúa, nú eða fækkun eins og við horfum upp á í nýjustu tölum sem að reyndar ná bara yfir 2 mánuði. Og svo hversu hratt við viljum úrelda eða endurbæta eldra leikskólahúsnæði og hvort við viljum byggja frá grunni leikskóla í staðinn fyrir það leiguhúsnæði sem við erum að nota og þá vísa ég til Króabóls í Glerárkirkju og svo Tröllaborga hjá Félagsstofnun stúdenta. Varðandi þessar mismunandi lausnir þá er ágætt að hafa í huga að nýbygging eins og Klappir við Glerárskóla kostar það bil 660.000 krónur á fermetra í stofnkostnaði. En gagngerar endurbætur eins og voru gerðar á B-álmu Glerárskóla kosta tæpan helming af því, það er að segja 300.000 á fermetra. Og svo þessi valkostur með leigu, þá kostar það sjálfsögðu einhverja aðlögun í upphafi þegar húsnæði tekið á leigu fyrir leikskóla en ekki risavaxna fjárhæð en svo þetta þarf að borga mánaðarlega leigu til þá þriðja aðila. Glerárskóli, B- og D-álma. Lokið var við heildarendurnýjun á B-álmu Glerárskóla á síðasta ári þar sem þakklæðning, allir milliveggi, lofta- og gólfklæðningar voru endurnýjaðar ásamt raf- og pípulögnum og loftræsikerfi. Uppbyggingin var samkvæmt nýrri hönnun sem hefur verið unnin í samráði við skólastjórnendur og uppfyllir allar kröfur brunavarnir, hljóðvist og loftgæði. Einnig voru öll tæknimál uppfærð og meðal annars sett upp hljóðkerfi í kennslustofurnar og ljósastýring og öryggiskerfi. Kostnaður við framkvæmdina sjálfa var 232 milljónir og auk þess var keyptur búnaður fyrir 26 milljónir. Sambærileg endurnýjun verður unnin á D-álmu Glerárskóla á þessu ári og svo A-álmu líklega 2 árum síðar. En eftir 1,5 ár getum við vonandi skotið inn á milli einni álmu í Lundarskóla. Félagslegt húsnæði, það stóð til að breyta húsi við Spítalaveg 11 eða Tónatröð þannig að þar yrðu 2 leiguíbúðir. Kostnaður var áætlaður 30 milljónir samtals en þetta verkefni er núna komið í biðstöðu, verið að leita að kannski vænlegri kostum. Þá er til skoðunar að kaupa húsið Glerárholt en í því eru 2 íbúðir og er staðsetningin talin heppileg. Samanlagður kostnaður við kaup og endurbætur á Glerárholti er áætlaður 65 milljónir. Nökkvi þjónustuhús. Uppbyggingarsamningur var gerður á milli Akureyrarbæjar og Siglingaklúbbsins Nökkva árið 2014. Samningurinn tók til uppbyggingar og framkvæmda á félagssvæði Nökkva við Drottningarbraut á Akureyri og gerði ráð fyrir einföldu bátaskýli. Fjárhæð samningsins var 75 milljónir króna. Og það hefur verið keyptur ýmis búnaður til Nökkva á grundvelli þess samnings. Ákveðið var að stefna á að byggja veglegra hús enda ljóst að þetta hús verður mjög áberandi í bæjarmyndinni. Þá var einnig komið á daginn að undirbúningur lóðarinnar til að hindra sig með svo þunga byggingu myndi kosta 20 milljóna króna og kostnaðaráætlun var komin í 350 milljónir. En nú er verið að kanna möguleika á að einfalda húsið, það er bæði minnka það og gera það léttara efni, minni jarðvegsfyllingar og þar með líka ódýrara
og eru 150 milljónir fyrir hendi á fjárfestingaáætlun þessa árs og næsta til verkefnisins. Og við vonumst til að fá í næstu viku nýjar teikningar ásamt kostnaðaráætlun fyrir þetta verkefni. Skautahöll félagsaðstaða, þar erum við með 10 milljónir króna á þessu ári og svo 110 milljónir á næsta ári til að ljúka við það verkefni. Klettaborg 43, framkvæmdir eru langt komnar þar við 6 íbúða kjarna fyrir fólk sem hefur þörf fyrir aðstoð á heimili sínu. Heildarkostnaður var áætlaður 300 milljónir og það er útlit fyrir að það muni standast nokkuð vel. Og það er stemt á að íbúar geti flutt inn í júní næstkomandi. Ný brú yfir Glerá sunnan Rangárvalla. Landsnet mun leggja hina nýju Hólasandslínu í Strengjabrú yfir Glerá sunnan Rangárvalla. Þarna eru ekki að tala Eyjafjarðará, heldur Glerá upp á brekkunni á móts við Rangárvelli. Og það mun einnig koma Rariklína í sömu brú. Og það er ráðgert að þetta verði einnig reiðbrú enda verði viðbótar kostnaður til að svo megi verða ekki verulegur og það lítur út fyrir það þó að sé ekki búið að fá tilboð í verkið. En það styttist í það samt. Þetta gefur færi á nýrri reiðleið á milli hesthúsahverfanna og verður hin nýja leið bæði styttri og með minni hæðarmun þannig að reiðhöllin mun nýtast betur þeim sem eru með aðstöðu í syðra hverfinu. Á móti kemur að núverandi reiðbrú á móts við vegagerðina mun nýtast gangandi og hjólandi fólki í staðinn. Þá hef ég lokið þessari yfirferð. Takk kærlega. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Að nú varpað fram nokkrum spurningum hugsanlegar breytingar á svona rekstri og framkvæmdum hjá bænum og óska eftir viðbrögðum og ég hugsa mér að fara stuttlega yfir mín viðbrögð við því og ég ætla þá bara að byrja á því sem var rætt að færa framkvæmda miðstöðina til Norðurorku að þá svona myndi ég allan að vilja sjá dálítið góða röksemdir fyrir því og ég skil ekki alveg ef að tilgangurinn er ekki sparnaður en þá velti ég fyrir mér að því að það kom líka kannski fram í máli bæjarfulltrúa og andra að það væri út af því að eitthvað tengt launakjörum starfsfólks sem er þá kannski einmitt þetta að sveitarfélög hafa auðvitað gert kjarasamninga lág laun sem er þá kannski of lág laun til þess að fólk vilji vinna hjá sveitarfélögurum og það er kannski eins og ég skilda en kannski eina stóru ástæðan fyrir þessi hugmynd kemur fram en ég held að við ættum kannski að hugsa til það fleiri stétta í því samhengi heldur en að vera að færa einhverjar afmarkaðar ég ætla bara að segja að kalla stéttir út úr kerfinu til þess að geta hækka launin við þá. Þannig að ég myndi vilja sjá bara mjög góð rök fyrir þessu. Ég er ekki að segja að þetta sé fáránleg hugmynd en ég myndi allavega vilja sjá það mjög vel rökstutt. Og varðandi malbiksframleiðsluna þá einmitt hef ég enga svona faglega forsendur til þess að taka kannski beint afstöðu því en ég mynda mér að það snúist nú kostnað og sparnað fyrst og fremst og það ætti þá bara að vera mjög auðvelt að sjá hvað það hefur kostað okkur þetta malbik sem við höfum lagt hingað til og hvað það myndi hafa kostað okkur hefði við keypt annars staðar. Ég mynda mér að það sé svona tiltölulega auðvelt að reikna þetta út. Varðandi sorpmálin og þá þjónustu þá held ég að það væri mjög skynsamlegt að Akureyrarbær ætti í það minnsta gámasvæði og ræki það og geti þá boðið út svona aðra hluta þessar þjónustur sem snýr að því að sækja sorp. Við erum auðvitað í ákveðinni klemmu núna með að hafa boðið út allan rekstur og rekstur gámasvæðis og í þeim samningi fékk þá sá sem að þá fékk samningin tækifæri til þess að byggja upp vinnusvæði og sem er þá núna í eigu þeirra aðila og erfitt fyrir aðra aðila að koma inn á
inn í þau útboð, þannig að þetta er klemma sem að við komum okkur ekki sjálfi kannski persónuna sem sitjum hér, en við þurfum að leysa úr því. Ég veit ekki alveg hvort að Vesturvík sambarlegt. Þetta er bara mjög gott að líta til þess hvernig verið að gera hlutin annars staðar. Ég veit ekki alveg hvernig verður með sorpbrennslu hér á landi, hvort það verður eina eða fleiri og hvort það verður það hér á Akureyri, ég er ekki alveg viss. Eða hvort að við höfum einfaldlega betri kosti til upphitunar heldur en sorpbrennslu, þannig að það er bara stórt mál sem að þarf að skoða. Og ég ætla aðeins að segja með tillögur ráðherra sem var komið inn á sorpþjónustu að mér finnst mjög gott mál, það er þetta bara eigi allir að flokka. En ég veit ekki alveg með sem sagt að eins og bæjarfulltrúi Andri kom inn á þetta með að við ættum þá að fara að hætta að vera með grenndargámakerfi og fara að sækja allt heim, af því að í mínum huga þá er bara mjög mikilvægt í þessari hugmyndafræði umhverfis- og loftslagsmála sem að gengur út á að minnka sorp og minnka okkar fótspor hér á jörð. Það er auðvitað lykilatriði að minnka neyslu og hluti af því hlýtur að vera að fólk þurfi að ganga frá eftir sig, það er að segja að það þurfi sjálft að losa sig við það rusl sem að það getur haft fyrir því að koma heim til sín og allavega væri það eðlilegt að það væri valkvætt, þannig að fólk greiddi þá bara sérstaklega fyrir það þjónustu að fá sótt sorp heim til sín og en gæti líka verið boðið upp á hagkvæmar og betri leiðir. Varðandi skiptistöð og strætókerfi þá hugnast mér það mjög vel að skiptistöðin sé miðsvæðis og sé þá bara á forsendum leiðakerfisins og sé einmitt ekki á þeim forsendum að halda upp einhverju stemmingu í miðbænum, bara vegna þess að þetta er bara það mikilvæg þjónusta fyrir það fólk sem hana vill nota að hún má ekki vera á forsendum einhverja rekstraraðila á afmörkuðu svæði. Þannig og hvort sem það er á þessu svæði sem að bæjarfulltrúi Andri nefndi að öðrum, það hlýtur að koma í ljós bara við endurskoðun kerfisins og úr þessu samráði sem verður þá haft við íbúa og notendur kerfisins og sem er bara mjög gleðilegt að við skulum fara þá leið og líka mjög gleðilegt að við skulum fá að fylgja í raun og veru eftir, má segja, verkefni sem er búið að vera að vinna og er í vinnslu hjá Strætó BS í Reykjavík og njóta þess að þar sé nýbúið að fara í mjög mikið samráð og breytingu á leiðakerfi, þannig að við getum nýtt þá reynslu og hugsanlega þá þekkingu líka sem að þar hefur orðið til. En ég ætla nú að segja og bæjarfulltrúi Andri kom nú inn á að það væri verið að fara yfir og endurskoða aðgerðaráætlun í umhverfis- og samgöngumálum og ég veit ekki hvort ég er að þetta eru auðvitað drög sem ég er búin að lesa en það rakki augun í það að búið sig að færa áætluð uppbygging samgöngumiðstöðvar aftur til 2022. Það fannst mér leiðilegt að sjá en auðvitað hlýtur sú uppbygging að þurfa að haldast í hendur við það að við breytum leiðakerfinu. En þetta er auðvitað eitthvað sem við munum taka til umræðu og ég vil bara segja að mér finnst bara lélegt að þessi aðgerðaráætlun hafi einhvern veginn aldrei komið til almennilegrar umræðu og yfirferðar heldur sé búin að velkjast inn í umhverfis- og mannvirkjaráði og sviði allan þennan tíma og eftir því sem ég best sá hafandi lesið þau gögn sem að þar hafa verið til kynningar og umræðu að þá er lítið breyting nema bara það að vera að færa öll ártölin aftar. Það var rosa mikið sem átti að gerast árið 2017, við samþykktum þessa aðgerðaráætlun 2016 og mikið sem átti að gera 2017 og einstaka verkefni 2018 og 2019 og einhvern veginn virðist eins og það sé helst verið að vinna með að fresta aðgerðin og það finnst mér ótrúlega sorglegt en við munum auðvitað ræða það kannski betur þegar það kemur að því að við fáum þessa aðgerðaráætlun til umræðu hér í bæjarstjórn og
og ég er mjög pirruð við því, svo það sé bara sagt að við séum ekki að ræða hana meira hérna, af því að þessi umræði sem við erum að eiga hérna í dag snýst óbærslega mikið bara einhvern veginn rekstur og fjárfestingar og við gerðum það breytingar fyrir örfáum árum að leggja niður umhverfisnefnd og færa hérna inni á í sameiningu þar sem var þá fasteignir og framkvæmda sviðið eða eitthvað svoleiðis og ég get alveg sagt að ég hafði ákveðnar efasemdir en ég hafði líka ákveðnar vonir það að með þessu myndi við taka umhverfismálum fastari tökum. Þau eru komin lengra inn í kerfið og orðin svona einhvern veginn meiri hluti af batteríinu en það virðist vera að valda vonbrigðum verð ég að segja og mér finnst bara alls ekki nógu mikil áhersla á umhverfismálin, málana, nema einhvern veginn sem þá einhverja vangaveltur og ég var nú að rifja upp daginn og nú glemdi ég bara að skrifa það hjá mér og nefnt síðan ekki að finna það aftur en einhvern tíðan fyrir svona allavegna ári síðan eða líklega það ári síðan þá lagði ég fram einhverju tillögu að við myndum setja okkur að bæjarstjórn myndi setja fyrir Akureyrarbæ markmið í kolefnislosun af því við erum með eitthvað markmið sem að ná kolefnishlutleysi en við erum ekki með nein svona tímasett eða raunverulega áfanga á því og hér var það bara samþykkt einróma við myndum bara fara í það að setja okkur svona tölusett markmið og það bara hefur einhvern veginn bara gufað upp. Þannig að ég lýsi eftir þeirri vinnu. Varðandi já og samgöngumiðstöðina þá held ég bara svona hnykkja því hvað mikilvægt að gera ráð fyrir að landsbyggðarstrætó sé á sama stað. Varðandi þéttingu byggðar þá get ég alveg sé kostina við það en það nú bara þannig að í mínum huga þá skiptir meira og fleira máli heldur en hagkvæmni og rekstrarafgangur ef svo má segja. Við þurfum auðvitað að hugsa hvernig okkur líður, hvernig fólki líður og hvað kosti það hefur að búa á stað eins og Akureyri frekar heldur en stað eins og Berlín. Þetta bara annað og það fullt af fólki sem hefur valið að búa út af dreifðu byggðinni má segja en auðvitað eru þessi rök og auðvitað sérstaklega snerta þessi umhverfisrök en ef þetta einhver svona gírun inn í umræðinu að það þurfa að koma háhýsinir á Oddeyri þá það eitthvað sem bara of hagkvæmt fyrir minn smekk fyrir of fáa. Svo ég segi það bara og ég vil líka bara segja að það þessi rosalegi kostnaður sem felst bara í þessari miklu notkun einkabílsins og þessari miklu þjónustu við hann og það bara að tala það og það eru óbærslega kröfur og svona mikil ástríða varðandi bílnotkun en sem betur fer þá nú að koma upp fólk sem hefur hærra líka varðandi aðrar leiðir til að ferðast og við horfandi í kostnaðinn eigum auðvitað að fara miklu meira í þá átt að skoða það. Og ég ætla að vitna í góðan félaga minn sem segir alltaf að mottóið í hönnun mannvirkja fyrir hjólandi og gangandi virðist vera legðu lykkju á leið þína og ég vona að þar séum við nú að læra að gera betur á meðan að það allt hannað út frá bílnum að þá verður þetta stundum afleiðingin og við þurfum að fara að breyta þessu. Framkvæmdurinn Nökkva þá vil ég bara segja að ég tel að það sé mjög mikilvægt að þar verði aðstaða til sjósunds og ég hef einhverja svona hef heyrt utan að mér að það sé hugsanlega dottið upp fyrir en það held ég að sé mikilvægt að því við þurfum auðvitað að reyna að gera mannvirkin okkar þannig að þau nýtist sem flestum og í svona getur rúma sem breiðasta starfsemi án þess að blása of mikið út. Og svo langaði mig að spyrja varðandi að því að þú veist það svona
við erum auðvitað alltaf í uppbyggingu, það rosa mikið gert hérna og svo tölum við líka loftgæði og alls konar sem þarf að passa. Mér langar að spyrja hvers vegna að tekin ákvörðun að nýji leikskólinn Klappi væri ekki vottuð vistbygging. Ég veit að það var lagt til og þrýst á það, en augljóslega held ég að það sé bara ekki og mér langar bara að heyra á hvaða forsendum svo ákvörðun Og svo langar mig til að spyrja bara, því við erum að tala svo mikið nýframkvæmdir og hvert raun og veru samhengið milli veltufjár frá rekstri í rekstri bæjarins, því nú erum við rosa mikið að spá í hvernig við getum gert hlutina hagkvæmari og hvernig við getum dregið úr kostnaði af því að tekjur bæjarins eins og bæjarfulltrúi Andri komið til inn á eru bara takmarkaðar og erfitt að víkka út. Og en mér finnst samt eins og við séum ekki að horfa á samhengi milli uppbyggingar og þess fjár sem að raunverulega til stendur út af þegar reksturinn hefur verið gerður upp sem að ætti þá að duga til þess að standa undir uppbyggingu. Þannig að og mér finnst bara hvernig, þú veist, þegar við erum að taka ákvarðanir, þegar við erum að taka ákvarðanir fjármagn til uppbygginga á nýjum húsum, hvernig það sett í samhengi við rekstur bæjarins. En það var ekki fleira frá mér í bili. Það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég byrjaði að þakka bæjarfulltrúa Andra Teitssyni fyrir þessa ræðu sem að sjálfsögðu mjög yfirgripsmikil og tæft á mörgu en alls ekki öllu. Enda kannski alveg vitamálalaust að gera það þegar svona víða mikinn málaflokkar ræða. En það varpað hérna fram kannski nokkrum spurningum sem að bara ágætt að velta upp og pæla í, og þetta með það að færa framkvæmdamiðstöðina undir Norðurorku alveg þess virði að skoða það. Hins vegar sér maður engan tilgang í því í sjálfu sér nema að það sé þá gert til þess að auka skilvirknina í þessum rekstri og að þetta sé með einhverju móti hagkvæmara fyrir bæinn að gera þetta með þessum hætti. Og þá getur maður líka veltið fyrir sér að hverju að færa þessi starfsemi undir einka eða hlutafélag sem í eigu sveitarfélagsins að langmestu leyti. Af hverju þá ekki bara bjóða þetta út, eða ætti Norðurorka þá og hefur Norðurorka þá möguleika á því að bjóða frekar út einstaka verkþætti heldur en Akureyrarbær hefur verið að gera. Það má líka velta því fyrir sér. Það geti líka verið hagkvæmni í því og maður getur alveg séð ákveðna samlegð svo sem í ýmsum verkum sem báðir aðilar að sinna í dag. Þannig að vissulega bara væri fróðlegt að skoða, en ég myndi vilja þá bara skoða með þeim formerkjum að við værum að ná þá hagkvæmar rekstri út úr þessu. Því að það hlýtur að vera markmiðið hjá sveitarfélagi sem stendur ekki vel fjárhagslega. Og það náttúrulega að vita að þetta á sama svæðinu. Hins vegar megum við ekki heldur gleyma því og verðum aðeins að hugsa það líka. Ég vendilega að gera Norðurorku sem slíkri greiða með þessu eður ei. Ég ekki endilega búin að sjá það og það kannski bara eitt af því sem við þurfum að velta fyrir okkur. Og þá að velta upp spurningunni hérna með sorpið. Þá var náttúrulega gerð ríkaleg mistök þegar sorphirðan var boðin út hérna 2010 að nú bærinn í raun búin að borga í gegnum þá útboð uppbyggingu á flokkunarstöð sem ekki í eigu bæjarins heldur fyrirtækisins. Og þetta náttúrulega einn af þeim svona
Þetta er bara vandi þá að eiga við það hvað menn ætla að gera. Ég er alveg harður á því að bærinn á að eiga flokkunarstöðuna sjálfur, hann getur boðið verkefnin út. Ef Norðurorka tæki þetta yfir til þess að taka að sér einhvers konar orkuvinnslu út úr þessu eða eitthvað þá veruna, þá er það bara eitthvað af þessum verkefni sem við þarf þá að velta fyrir sér. Og við erum búin að vera að velkjast með þetta mál núna býsna lengi. Við bæjarfulltrúi Sólveig Björk sátum á síðasta kjörtímabili í starfshópi sem var að velta því fyrir sig hvernig verður hægt að auka endurnýtingu á sorpi og draga úr urðun eða því magni sem fyrir til urðunar og gera raunveru betur úr þessu málaflokki. Og sama tíma hefur annar hópur verið að vinna. Við settum svo að stað hóp fyrir rúma ári síðan sem í tengslum við vistorku moltu og sorphirðu sem átti að velta svona hinum að þessum þáttum fyrir sér. En við erum ekki að fá neitt upp á borði sem að við getum kannski unnið með. Eða erum þá ekki að nýta þau gögn sem við erum með og fáum til að taka ákvarðanir af einhverju ástæðu. Og þetta finnst mér bagalegt. Akureyri hefur verið í fararbroddi í þessu málaflokki nú nokkur skeið. En ég er að upplifa það núna trekk í trekk í umræðum í útvarpi og sjónvarpi að það er ekki minnst á Akureyri í þessu málaflokki. Ég bara skil ekki Akureyri. Af hverju er ekki verið að tala þó þetta sem að við stöndum framalega í hér, þó við séum búin að fá hér hauga fólki í heimsókn og fara með á þennan græna hring sem kallaður er. Við þurfum að velta þessu fyrir okkur til hluta ímyndin okkar. En við verum líka að passa okkur á því að verði ekki að dragast í aftur úr. Við erum að standa okkur vel en við getum staðið okkur miklu betur. Og þá rétta leiðin að fara þessa leið sem að bæjarfulltrúi Andri er að benda á hérna eða þess að ég hef velt lengi fyrir mér okkur að vera að setja þetta allt undir Norðurorku. Vistorka er einhvern veginn undir Norðurorku, þetta er undir Norðurorku, hitt er undir Norðurorku. Ég er ekki bara eðlilegt að fara að klípa þennan þátt, þennan umhverfis þáttsins líkan, bara frá Norðurorku og að gera vistorku að svona sjálfstæðari einingu sem að við erum þá að fjalla málefni þess fyrirtækis á sambærilegan hátt og við erum að fjalla Norðurorku. Og beina þá ákveðnari sjónum akkurat að þessum endurvinnslu mál. Ég bara legg til að það sé skoðað. Og mér finnst vera löngu komin tíma á það að við þurfum að stíga ákveðnari skref inn í þessi lífmassavershugmynd og taka þessi skref sem hægt er að taka. Það er búið að hanna Moltu 2 sem er þá endurvinnsla á olíu úr sláturúrgangi og fleiru, en það situr allt fast með það. Við getum ekki farið af stað með það eftir því sem ég best veit á þeim stað sem Molta er í dag. Og hvað ætlum við þá að gera? Ég held að sé liðið ár síðan við fengum framkvæmdastjóra Moltu inn á fund, eða bráðum ár í bæjarráði, til að ræða þessi mál. Við höfum ekki stigið neins skrifað það. Við erum enn að ræða þetta á sömu nótum og hefur verið að ræða þetta, að það sé hugsanlegt að það verði að gera eitthvað einhver tíman seinna í framtíðinni. Við vitum ekkert hvenær. Þetta er farið að minna mig á umræðuna á milli bæjarfélagsins hér og ríkisins flugvöllinn. Við tölum og við tölum og við tölum en við framkvæmum minna. Þannig að ég held að við ættum að horfa aðeins í eigin barm og fara að velta þessu fyrir okkur. Hvað ætlum við að gera, hvaða skref ætlum við að taka, þurfum að taka ákvörðun það. En aðeins að öðru málum sem snúa að þessari umhverfis- og mannvirkjasviði, þau eru mjög mörg. Við erum að ræða sorphirðuna. Það er búið að koma aðeins inn á svifrykið. Bæjarfulltrúi Andri og bæjarfulltrúi Sóley hafa orðað það. Þetta hangir þessi svifryksvandi yfir okkur og við þurfum að bregðast við honum og við þurfum að gera í því að bregðast við honum. Nú erum við að taka fyrir 2 mál
í bæjaráði á 50 þar sem að komu erlendi ríksborgarar sem búa á Akureyri eða eru orðnir ríksborgarar á Akureyri sem fluttu hingað í kaldaloftið í hreinaloftið. Það segja svo, já, það er allavega stundu sem að loftið hérna er ekki mjög hreint. Það er bara hreinlega hættulegt. Og þetta er kannski það sem við þurfum að hafa að takast á við. Það er búið að nefna hér nokkur atriði sem þarf að gera betur í og það þurfum við að gera betur í. Þetta hangir líka saman við strætóumræðina mínu viti. Ef við ætlum að fá fólk til að nýta strætó, þó það sé ókeypis í strætó, þá gerum við það ekki með því að þurfa að fara heila hring í bænum til að komast á milli staða. Þannig að við þurfum að endurskoða leiðakerfið. Ef við þurfum að fjölga bílum, og kosti 40 milljónir, gæti verið að það sparaðist tiltölulega hratt ef okkur tækist að takmarka umferð einkabílsins á Akureyri. Gæti það verið. Gæti við kannski skoðað hvað áhrif það hefði. Það gæti þá kannski þýtt það líka að við færum bara hreinlega að taka, hægt að hafa bílastæðin frí með klukkustæðunum, bara hreinlega að tækja þá gjald fyrir notkun bílastæða og það væri bara töluvert hátt. Það er alveg sjálfsagt að minnka aðeins bílaumferð. Við þurfum líka að draga á nagladekkjanotkun. Það er líka hægt að gera með tiltölulega einföldum aðferðum ef okkur tekst að halda götunum þokkalegum þó það snjói eitthvað. Og það er bara spurning að venja fólk við. Salt eigum ekki að bera á götur, sjó eigum ekki að bera á götur. Það eru til margar aðra leiðir til að ná þessu frá. Þannig að strætó er á vissan hátt ákveðin lykill í þessu. Og hugsanlega náttúrulega eins og við erum að gera, það er verið að lengja hérna hjólastíga, göngustíga og fleira, við erum með 120 km, 210 km að reiðstígum, gangstéttum og göngu- og hjólastígum. Þetta er töluverið lengt. Þetta er rutt megnið af þessu hverjum degi þegar snjóar. Við erum alltaf að lengja þetta. Við lengdum gatnakerfi hérna 4 kílómetrar, 6 kílómetrar á síðast ári. Eitthvað er þá verðuna. Þetta tekur allt tíma að reyðja og verður alltaf dýrar og dýrar að reka og þess vegna er það alveg rétt. Við þurfum að velta fyrir okkur þéttingu byggðar með einhverja hætti. En það er svo hægt að mæta þessum kostnaðarauka kannski með því að velta fyrir sér öðrum möguleikum. Eins og fram kemur í gögnum frá umhverfis- og mannvirkjasviði og við erum í fjárhagsáætlun þessa árs, þá er gert ráð fyrir að listigarðurinn kosti okkur 53 milljónir. Ég er búinn að nefna það nokkuð oft, af hverju tökum við ekki upp aðgangsyfir í listigarðin. Þetta er staður sem trekkir, þarna fara stórir hópar af farþegaskipunum okkur einasta sumriðan upp yfir. Við þurfum ekki að hafa hátt gjald þarna inn til þess að hafa upp í hérna rekstur. Og það getur ekki verið að það sé svo mikill kostnaður á bakvið það að taka upp gjaldtöku. Þannig er bara spurningum að stíga skrefið. Gagnvart umhverfismálunum þá skiptir okkur líka máli. Við þurfum að binda kolefni, við þurfum líka að minnka losun og kolefni, það er alveg hárrétt. En er ekki bara kominn tími til að fara að klára líka græna trefil? Nú liggur fyrir skógræktarskipulag, samkvæmt aðalskipulagi, sem er búið að taka fyrir. Kostnaðaráætlunin þar er 72 milljónir að klára að planta í það svæði. Það svæði myndi binda einhver 1500 tonna koltvísýringi á ári. Ef það væri tekin ákvörðun að fullplanta svæði á 10 árum, þá verið kostnaðurinn kannski 7,2 milljónir á ári. Ég myndi segja, ætlum okkur 5 ári í þetta. Hvernig ætlum við að fjármagna þetta? Við erum að sækja þessa peninga meðal annars í ferðamennum. Höfnin er að koma hérna með eitthvað kolefnisgjald, ekki satt.
Ég tel að við hljótum að geta ná fjármunum til þess að framkvæma þetta á miklu styttri tím. Og það er bara mjög mikilvægt að við klárum þetta verkefni. Svo skulum við ekki gleyma Skógræktarfélagi Eyfirðinga og Kjarna. Kjarni er orðið eitt okkar allra skemmtilegasta útvíðistasvæði. Nú liggur fyrir að nýbúið að gera samning við Skógræktarfélagið. Þau telja sig vera mjög vanfjármögnuð hvað þennan rekstur varðar. Og ég held að sé alveg rétt að miðað við þá þjónustu sem farið er að veita. Þannig ef við viljum þessi þjónustu sé veitt, þá er bara tvennt til, annarkvort kemur bærinn þarna til móts við Skógræktarfélagið eða við förum að taka upp gjaldtöku þar. Má það? Það er frítt í skíðagöngu í Kjarnaskógi en ekki við fjallin. Bara nefna það sko. Ég meina einhvern veginn verðum við að gera þetta. Þetta gerist ekki sjálfu sér. Svo langar við aðeins til þess að nefna hérna varandi viðhaldið af því að bæjarfulltrúi Andri kom aðeins inn á það. Nú hefur það verið stundað nokkuð skeið fyrir sunnan, Kópavogi meðal annars og gott ef ekki Mosfellsbæ og fleiri bæjum, að vera með töluvert íbúa samráð viðhaldsframkvæmdir í hverfum. Menn að vera að nýta sér þarna rafræna tækni, fundahöld og fleira. Við ræddum það hérna fyrir þó nokkuð löngu síðan að það væri nú sniðugt að taka upp eitthvað svona samráð. Og við hefum ekkert gert því. Vísir aðeins út í Hrísey og Grímsey. Ég held að vera nú bara ágætt að nýta sér þá reynslu sem þar er. Mér finnst bara eðlilegt að við förum að gera meira af þessu. Og að því ég minnist nú á Hrísey, þá held ég að það bara verður að gera meira á skólalóðinu þar heldur en hefur verið gert og stefnan er að gera nú eftir því sem ég best veit. Þegar að fólk er farið að telja upp tertuspaða skort í íþróttahúsinu við veisluhöld, þá segir manni bara það. Það vanti tertuspaða, það sé okkar reddaðum. Það segir mér það að fólk er komið með langt upp í kók af leiðindum og þreytu á því að eiga við bæinn. Þarna bara verðum við að stíga ákveðið til jarðar og koma inn í þetta verkefni með miklu myndarlegri hætti heldur en við gert hingað til. Við getum sett hærri upphæð þarna út fyrir íbúana til að taka ákvörðun að skólalóðin væri þá bara inn í þeim pakka. Það er ekkert að því að horfast í augu við það. Annað sem snýr að skólanum og bæjarfulltrúi Andri kom inn á, þá voru þessi úttekt á loftgæðum sem var farið í á síðasta ári. Ég lagði til í umhverfis- og mannvirkjara á sínum tíma að við tækjum öll skólamannvirkin á tiltölulega stuttum tíma. Málið er það að ef að eitthvað kemur upp innan skólabyggingana, þá setjum við alltaf í súpunni. Og við verðum að horfa til þess að við erum með öll börn á aldrinum 2 ára eða eins og hálfs til 16-17 ára í 180 til 230 daga á ári inn í þessum aðri. Í alltaf 8 klukkutíma hvern einasta dag. Ef það er eitthvað að, þá bitnar þetta bara á börnum og starfsfólkinu sem þarna er. Og það er því mjög mikilvægt að fara inn í þessar stofnanir með hlutlausum aðila og greina loftgæði. Ef það er eitthvað að, þá er þetta að bregðast við því. Við töpum alltaf ef eitthvað kemur upp áður en við erum búin að bregðast við. Og þið sjáu bara umræðina fyrir sunnan hvað þetta varðar. Varðandi Nökkva, svona í lokin,
þá það alveg rétt að þetta orðið ansi dýrt þetta dæmi sem var hugsað í upphafi og líka alveg rétt að við kannski höfum ekki þörf fyrir það fyrir að byggja enn eitt kaffihús. Það alveg horrið. En við þurfum samt að passa okkur á því þegar við förum í bygginguna þarna að við erum ekki að byggja eitthvað sem er lítið í umhverfinu þarna. Þetta þarf að vera einhver bygging sem nýtur sín í þessu umhverfi sem þarna er. Þetta er einn mest ábyrrandi staður á Akureyri. Þetta þarf að vera hús sem nýtist starfseminni númer 1, 2 og 3 og vera þá með einhvers konar útlit sem að hæfir umhverfinu. Hins vegar gætum við kannski farið að hugsa eins öðruvísi þegar við erum að byggja leikskóla og skóla. Ég er þeirra skoðunar og hefur lengi að við erum að byggja á dýra byggingu við Glerárskóla og sé leikskóli. Þó að mér sé sagt að þetta sé með ódýrari fermetraverði sem sett sé þekkt. Þá það bara dæmi það að við Íslendingar bara yfir höfuð erum hugsanlega að byggja bara og dýrt. Upphaflega var aldrei meiningin að byggja húsið þarna með þeim hætti sem þarna er. Það er engin samlegð að þessu, því miður. Ég fagnaði hins vegar að það skuli loksins vera komið í útboð af því að við þurfum þessa byggingu. En ég held að við ættum að fara að endurskoða það hvernig við leggjum í þessar byggingar. Og það að því að bæjarfulltrúi Andri var að ræða það hérna áðan, er þörf á því að fara að byggja fleiri leikskóla. Ég held sé þörf á því að byggja allavega einn leikskóla á Brekkunni og taka þá aðrar 2 gamla byggingar og notkun og byggja þá leikskóla sem að hæfir þeirri starfsemi sem í leikskólum í dag, en við þurfum enga flotta byggingu, við getum byggt ódýrar. Ég ætla bara að fullyrða það. Og það kannski það sem við ættum að fara að velta fyrir okkur líka. En börnum að fækka á Akureyri. Það vandamáli sem við stöndum frammi fyrir. Ef það fæðast bara 200 börn á ári á Akureyri næstu árin, þá mun börnum í grunnskólanum fækka minnst á þessi 700 á næstu 6 til 8 árum. Það rosaleg fækkun. Það eitthvað að segja. Það eru 2000 börn sem verða það í grunnskólanum miðað við cirka 2700 í dag. Það í fyrra. Bara vangavelta. Ég ætla að láta þetta gott heiti í bili, takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég að byrja á því að þakka bæjarfulltrúa Andra og formanni umhverfis- og mannvirkjaráðs fyrir hans ágætu tölu hér í upphafi. Hann var með svona stefnumótaræðu, myndi ég segja, vegna þess að hann var svona aðeins að velta fyrir sér ýmsum breytingum sem hann sér fyrir sér á kerfinu hjá okkur og við eins og sem rætt í okkar hópi. Þetta náttúrulega það þannig að það svona, þetta á frumstigi og hann nefndi það sérstaklega að hann var tildur hafa verið að skoða til að mynda ef við horfum ástildur bæjarstjóri, ef við horfum til þess að umhverfismiðstöðin fari yfir til Norðurorku. Ég held aftur á móti að það sé mjög áhugavert og eigi að skoða gaumgæfilega. Menn hafa velt fyrir sér hvort að menn sé að horfa þarna allt til sparnaðar eða hvað þarna liggja á baki. Ég held að fyrst og fremst komi þetta til með auka skilvirkni að mínu mati. Það náttúrulega þannig að Norðurorka hefur á að skipa starfsfólki sem akkurat í þessum svona kannski verkefnastjórnun á því sem að snýra Norðurorku og ég held að þarna komi til með að verða klálega samþætting og geti leitt til góðs. En auðvitað verða menn alltaf að reikna þetta og skoða alla lausa enda í þessu og hvernig þetta kemur. En ég held nú að það muni auka skilvirkni og ég hef líka trú á því að þetta muni verða ódýrara þegar til lengri tíma litið, bara vegna þess að svona, það kannski verður öðruvísi verkaskipting á þessu. Ég held líka að varðandi það sem að
Bæjarfulltrúi Andri nefndi varðandi malbikunarstöðina, þá tel ég mjög mikilvægt að skoða það núna liggur fyrir að malbikunarstöðin með starfsleyfi, tímabundið starfsleyfi og maður velti fyrir sér hvernig það í rauninni hvort menn geti haldið því áfram óbreyttu. Ég held líka að eins og Bæjarfulltrúi Andri kom inn á þá þetta náttúrulega mikilvægt útivistarsvæði Glerárdalurinn og ég held að það að losna við þessa bygging og þessa athafni sem að fylgja malbikunarstöðinni af þessu svæði geti bara leið til góðs fyrir okkur til framtíðar. Ég held líka af því að hann hafi komið fram að hér núna malbikunarstöð í bænum, það eru breyttir tímar frá því sem var. Við erum bæði með aðila sem eru með malbikunarstöð og auk þess eru hér líka og kom fram í máli hans að hann að horfa líka á útlægningu malbiks að það eru í dag núna hér fyrirtæki komin í þetta auk þess sem að þetta horft á þetta á landsvísu og það eru fá sveitarfélög í dag sem eru sjálfað, ef nokkur, það má telja á fingrum annar hand að þau sveitarfélög sem eru sjálfa að leggja út malbik hér á landi, þannig ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum algjörlega að skoða. Varðandi sorpið og það menn hafa rætt hér sorpmálin og það náttúrulega þannig að það verkefnahópur í gangi varðandi sorpmálin. Það á sama tíma líka verið að horfa til þess að ráðherrar koma með einhverja breytingar á sorpmálum og það kannski, má segja af því það hefur verið gagnrýnt að við höfum ekki stigið einhver skref og mér fannst þess að Bæjarfulltrúi Gunnar hefur komið inn á það í þessu máli sínu sem var hér áðan að menn hefur svona vantaði svona að við værum að taka skref í þessum máli. Ég held hins vegar að það sé svolítið erfitt að taka einhver kostnaðarsöm skref akkurat á meðan að það sé ekki til lands í hvernig ríkið ætlar sér að gera þetta. Við á sínum tíma fórum á stað með moltuna vegna þess að ríkið var með einhver áform og akkurat á þeim tíma ef ég man rétt þá ég vil ekki segja hver var ráðherra á þeim tíma, það skiptir ekki máli en þá voru áform upp að fara út í mjög öflugar moltugerð landið og menn ætluðu sér að breyta þessu og við tókum þátt í því og komum á stað með moltuframleiðslu sem því besta mál fyrir okkur svo sem en það var kostnaðarsamt og við fórum í gegnum mikla þrenginga með þá framkvæmd sem hefur kostað okkur pening, þannig að ég held að þetta sé kannski ástæða til þess að hingra aðeins við og sjá til hvernig þetta kemur út frá á næstu mánuðum. Það eru hugmyndir ríkisstjórnarinnar að koma þessu máli áfram en á samanskap erum við með verkefnahóp sem í rauninni að fylgjast með þessu og svona móta þessar tillögur. Ég hjó líka eftir því að Bæjarfulltrúi Andri eða í ræðu Andra ræddi hann leiðakerfið og það nú þannig að á síðasta kjörtímabili þá var farið út í breytingar á leiðakerfinu okkar hérna sem að því miður voru ekki góðar og tókust ekki sem skyldi og það kom fram í máli rekstrarstjóra strætisvagnanna á fundi með okkur daginn að það hefur verið orðið veruleg fækkun að hans mati á samkvæmt hans útrenningum á notkun leiðakerfisins og þess vegna er mjög mikilvægt að við förum í að endurskoða og það eru uppi mjög skemmtilega hugmyndir og nú á fimmtudaginn og fimmtudag og föstudag á að skipa í verkefnahóp eða svona pólitískan hóp sem á að fylgjast með þessari verkefnavinnu þannig að það sé svona markaða stefnu til framtíðar hvernig við sjáum þetta leiðakerfi fyrir okkur og ég hef mikla trú á því að við getum bætt og elt leiðakerfi hjá okkur með markvissari rekstri og þá kemur akkurat inn á það sem að menn hafa verið að tala að kannski á það að segja svona þessi miðstöð ekki að vera í miðbænum, það kannski ekki heppilegast en ætti frekar að vera miðsvæðis og kannski erum við þá bara heppin að hafa svolítið dregið lappirnar með því að það fara ekki uppbyggingu á einhverju samgöngum miðbænum sem að myndi þá kannski ekki vera að nýtast ef við erum að fara þá vorum við kannski frekar að horfa það ef við höfum farið í það fyrir nokkrum árum síðan eins og menn voru alltaf að vonast eftir að þá varum við kannski komið með samgöngumist einhvers staðar í miðbæ sem að gæti þá verið svona kannski til þess að við myndum horfa öðruvísi á breytinga á leiðakerfi þannig að ég held kannski bara að það sé ágætt að við eigum eftir að taka umræðum hvar við setjum hana. Ég hjó líka eftir að Bæjarfulltrúi Andri kom inn á varðandi hagnað fasteigna og hann benti á það að það væri yfir 600 milljóna hagnaður í áætlun fyrir árið 2020 og þá velti maður fyrir sér í rauninni þessum útreikningum, það að segja útreikningum á innri leigu til aðalsjóðs og ég bara kalla eftir því og ég hef rætt það svo sem áður og bæði á ýmsu vettvangi og meðal annars við sviðsstjóra fjársýslusvið að við svona aðeins skoðum þetta er náttúrulega ákveðnar reiknireglur sem eru í gangi og hins vegar
virðast menn vera að gera þetta með mismunandi hætti hjá sveitarfélögum og mér langar svona að vita hvernig þetta almennt gert. Hvort að við séum, og auðvitað það þannig að við við verðum að gera alltaf eftir einhverjum leikreglum í þessu en það svona spurning hvort að þetta sé allstað samræmi í þessu en þetta náttúrulega hefur verulega áhrif á rekstur aðalsjóðs eins og menn vita þá hefur aðalsjóð verið rekinn með tapi mjög mörg undanfarin ár og eins og við hefum líka rætt á aðhlutin verið, það náttúrulega breytir ekki, innri lega breytir samt ekki niðurstöðu aðhlutans sem hefur líka verið eitt af okkar málum sem við höfum verið að ræða hér í kjölfar þess að við fengum bréf frá eftirlitsnefndinni. Það líka komið í þessu ágæta yfirliti hans bæði andra, þá var hann að nefna ýmislegt og ég vil bara nota þetta tækifæri sérstaklega í ljósi atburða síðustu daga að fagna því að uppkominni ILS-búnaður við flugvöllin. Það hann hefur þegar sannað gildi sitt. Það var mikil barátta sem að við bæjarfulltrúar tókum á síðasta kjörtímabili, fengum hljómgrunn hjá ráðherra til þess að koma upp þessum búnaði. Það var ekkert fjármagn fyrir þessu, það var samt hægt að finna einhvers staðar fjármagn í gegnum systemið hjá okkur, það var ekki á fjárlögum, þannig að þetta var barátta en búnaðurinn komin og hann þegar fann að sanna gildi sitt og ég held að þetta verði eitthvað sem að muni efla okkur og efla okkur í því starfi sem akkurat verið að vinna þessa dagana því að mann hafa aðeins minnst á flugvöllin hérna, akkurat að verkefnahópur að vinna í því að móta tillögur framtíðar uppbyggingu á Akureyrarflugvelli og mun skila af sér fyrir lok marsmánaðar og ég bara bjartsýnn á því að við sjáum einhverjar framþróun í því og við sjáum uppbyggingu á vellinum í framhaldinu. Ég vil líka bara, skal ég segja ykkur, lýsa yfir ánægð minn með það að við erum núna á haustmánuðum og kom fram í ræðinni að við erum á haustmánuðum að fara að taka í notkun sambýli við Klettaborg og ég lýsi líka yfir ánægð minni með það að við bæjarfulltrúar bæjarstjórn bara stóð keik svolítið í því máli. Það var sótt að okkur menn vildu ekki fá þetta á þennan stað. Ég held að hins vegar að staðsetningi sé afskaplega góð og auðvitað á svona starfsemi heima inn í hverfum. Þetta eru heimili og íbúar bæjarins verða átt að sjá því að við eigum öll rétt á heimili. Og þá akkurat kemur það líka inn á það sem kom fram í málinu að við höfum verið að skoða bæði tónatröð sem nú búið að setja í, eins og kom fram í máli andra bæjarfulltrúa. Við erum búin að setja það í bið eða endurskoðun og bæjarráð ályktaði það en það kom líka fram að Glerárholt væri verið að skoða kaupa á því en við erum búin að kaupa Glerárholtið og þar ætlum við að nýta það húsnæði ætlum við að nýta fyrir félagslegar íbúðir og við erum alltaf að bæta í félagslega íbúðir, við erum líka í samstarfi við marga aðila. Bjarg íbúðarfélag er að byggja núna og það mun líka létta á hjá okkur. Við höfum bæði verið í samskipti við Öryrkjabandalagið og nú Þroskahjálp uppbyggingu í leiguíbúða, þannig að uppbyggingu íbúða, þeir eru óska eftir Þroskahjálp, þeir eru óska eftir núna samstarfið við okkur, þannig að það eru fleiri aðilar sem vilja koma að því að byggja og sjá sér hag í því og það er bara vel af því að það þarf í rauninni, við þurfum að létta á þeim biðlistum sem eru í gangi vegna félagslegra íbúða. Sóley bæjarfulltrúi kom aðeins inn á það og hún var afskaplega pirruð því að það væri algjört umræðuleysi hér aðgerðaráætlun og svo framvegis og mér finnst bara þegar bæjarfulltrúar pirrast á svona lögu þá eiga þeir náttúrulega bara að nýta sér þann vettvang sem akkurat hér í bæjarstjórn að óska eftir umræðum þetta og hún hefur nú stundu gert það, tekið fyrir áætlanir og stefnur og ég myndi gjarna bara vilja að við tækjum þessa umræðu hér í bæjarstjórn þar sem hún var svo léttu nú aðeins á þeim pirringi. En hún spurðist líka fyrir veltufjár og rekstri og beindi því til andra en ég var nú með töluna fyrir fram mig og velti fyrir sér hvert samspili væri milli veltufjár og rekstri og annars vegar og síðan þeirra byggingáforma sem við erum með. Það er nú þannig að þegar við horfum fram í tíman þá lítur það þannig út að veltufjár og rekstri nú aðeins lægra heldur en það sem við erum að fara að framkvæma fyrir á næstu árum og við gerum ráð fyrir því í rauninni að auka lántökur. Eins og höfum í rauninni á síðastlunum 4 eða 5 árum, þar að segja frá 2014, þá hefur veltufjár og rekstri verið
6,9 milljarðar á sama tíma og við höfum í rauninni framkvæmt fyrir einhverja 4,9 milljarðar þannig að, og við höfum verið að lækka skuldir, að við séum náttúrulega tókum við svona yfir skuldir vegna lífeyrisskuldbindingana en við höfum verið að lækka svona, og höfum ekki verið að taka lán í einu mæli á síðustu 5 árum en við sjáum fram á það í rauninni fjárhagsáætlun fyrir þetta ára við erum að auka lántökur en við teljum líka jafnframt að það sé kannski lag að fara í fjárfestinga núna, það niðursveifla ef við segjum svona samdráttur í þjóðfélaginu og þess vegna er kannski skynsamlegt að nota það tímabil til þess að fara í fjárfestingar og það er akkurat það sem opinberir aðilar að hafa í huga, það er að vera með sveiflujöfnun þegar svoleiðis ástand myndast og ég held að þess vegna sé kannski ekki ástæða til að hafa áhyggjur af þeim fjárfestingum sem við erum að fara í á næstu árum, þær eru allar svona kannski líka skynsamar að mínu mati. Ég var nú búin að skrifa eitthvað hérna hjá mig sem annars skal ég segja, þeir man ekki hvað ég ætlaði að nota, en jú, mér langar bara aðeins af því að svona í lokin að bæjarfulltrúar hafa fengið gögn sem eru starfsáætlanir umhverfis- og mannvirkjasviðs og mér langar bara til að þegar maður var undirbúins undir fundin og fór yfir þetta, var nú búin að sjá það áður en hins vegar er alltaf gott þegar maður þarf að rifja upp að það er afskaplega skemmtilegt aflestra, þetta er mjög vel uppsett að mínum mati þessi gögn öll sumul, þar að segja þarna eru svona lýsingar á þeim verkefnum sem verið að fara í og mjög upplýsandi að mínum mati fyrir okkur bæjarfulltrúa til þess að glöggva okkur á því hvað er verið að setja í gang árinu 2020. Það er allavega mín skoðun. En meira var það nú ekki. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar að byrja að þakka Andra fyrir þessa ágætu stefnuræðu. Ég vil nú segja alveg svo að það hljómar nú eins og sjálfstæðismaður hefði skrifað þetta. Færa framkvæmdamiðstöðin til Norðurorku, það náttúrulega hlýtur að vera markmið að hagræða í rekstri og ná fram þarna ákveðinni samleið sem að hlýtur að spara einhverja peninga. Ég bara trúi ekki öðru en að sú hugsun liggi þar á bakvið og styðji það heils hugar. En mér langar að fagna þessari hugmynd með sorpmálin sem að er verið að tala fyrir hérna, lífmassavera, því að við áttum fund við sjálfstæðismenn með Guðmundi, ég hef sagt þess að sögu áður með Guðmundi í Vistorku og framkvæmdastjóra þar og á þeim fundi lagði ég til að við myndum fara í þetta verkefni fyrir 2 árum síðan og mér þykir bara ánægilegt að sjá að þetta sé komið þannig inn, bara frábært. Að menn sé að hugsa aðeins, þá lagði ég til að Molta yrði færð út á Disnes og þar yrði byggð upp álveru lífmassaver og það myndi síðan stækka svæðið út frá sér. Við eigum að vera og höfum verið til fyrirmyndar í úrvinnslumálum, flokkun og þessu og við eigum að taka skrefið. Við eigum að bara stíga skrefið og klára þetta mál. Síðan getum við farið að þjónusta sveitarfélögin í kringum okkur og aðra. Við eigum ekki að vera að keyra úrganginn og urðan einhvers staðar í öðru sveitarfélagi. Það er ekki svoleiðis. Við eigum að klára þetta sjálf hérna hjá okkur. Það er mín skoðun. Varðandi það sem að Gunnar nefndi með að selja inn í listigarinn, mér hugnast það ekki, en mér finnst allt í lagi að láta útlendingarna borgi í strætó þegar þeir keyra upp í listigarðinn. Mér finnst það miklu nær, en þetta er bara mín skoðun á þessu máli. Akureyri sem slíkur, sem ferðamannabær, hefur ekkert svo mikið upp á að bjóða nema rólegheit og þægilegheit og eitthvað kósí, sko. Við höfum ekki það sem til dæmis Mývatnssveit hefur upp á að bjóða og við erum gjarnan í því. Ég veit að mikið af ferðamönnum koma inn til mína verslun og ég er í því að senda þá í Mývatnssveit þar sem að náttúran er frí og ég sendi þau inn í jólahús þar sem er frír aðgangur og það vantar svolítið hjá okkur Akureyringur svolítið frumkvæði og þess vegna er enn og aftur það sem Sóley nefndi varðandi Nökkvahúsið og sjóbuðin sem ég er búin að tala fyrir endalaust hérna, allir orðnir þreyttir á, að ég veit ekki hvernig Guðlaug er rekin á Akranesi en það er svona einhver fyrirmynd sem við ættum að horfa til kannski
og væri ofsalega gaman að sjá. Ég áður búin að nefna, þetta aðaláherslan hjá ungum þegar við fundum bæjarstjórnarfund með ungum hérna á Akureyri, að þeirra aðaláhersla var að fá sjóböð hér og ég held við ættum að virða þeirra skoðun og klára þetta mál í samvinnu við Nökkva og það engin að biðja enn eitt kaffihúsi. Við eigum alveg nóg á þeim. Ég held að séu 58 veitingastæðir á miðbæjarsvæðinu, þar sem hægt að fá kaffi og mat. Þannig að það alveg gott. Skiptistöð strætisvagna, að þá fullir ég það að það ekkert sérstakt kappsmál hjá kaupmönnum í miðbænum að fá einhverja skiptistöð fyrir strætisvagna í miðbæn. Það ekki svoleiðis og hefur aldrei verið. Hins vegar þurfa tengingar við miðbæin að vera góðar frá þessari skiptistöð hvar sem hún staðsett og tíðar til þess að þetta gagnist. Okkur alveg sama hvar fólk skiptur vagna og hvar vagnstjórar súpa kaffi. Það ekkert atrið að þeir gera þannig í bæ. Varðandi eitt mál sem langar til að koma inn á, ég veit ekki alveg hvort það heyrir undir andræði eða hvað, en ég held að hann sitji nú í nýskipari stjórn Hlíðarfjalls, að það svakalega mikill pirringur á samfélagsmiðlum varðandi fjallið. Bæði það að lyftan sé ekki komin í gang og að brautir sé ekki tróðnar og bara aðstæðan sé ekkert í lagi. Og mér langaði bara að koma svo framfæri hér. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég langaði aðeins bara að nefna eitt sem í lokin. Það var hann að bæjarfulltrúi Andri kemur og tekur þetta saman. Og það hvenær þessi stefnuræði komin. Nú ég heyrt þá skoðun sumra bæjarfulltrúa meirihlutanum að þessi stefnuræði þurfi ekkert að koma inn fyrir bara á fundinu sjálfum. Það kannski alveg rétt. Mér finnst frálegt að þessar ræður kom ekki inn á föstudegi eins og önnur gögn sem eiga að vera komin inn og undir dagskrá fundarins. Þannig að allir hafi tækifæri til að undirbúa sig þokkalega vel fyrir umræðina á fundinu sjálf. Þannig ef það ætlunin að halda því áfram að þessar ræður komi svona seint inn, þá verður þessi umræða aldrei nægjanlega góð. Þess vegna óska ég bara eftir því að það veri gengið á eftir því að það vita núna hvenær þessar umræður eiga að fara fram, hvenær viðkomandi formenn eiga að flytja sína ræðu, að þessar ræður séu komnar inn hádegi og föstudegi þegar dagskrá fundarins gefin út. Þannig að allir sitji þokkalega við sama borð, nema að þessi vilji til þess að draga úr gildi þessar umræðu. Takk. Það bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir ákaflega góða umræðu og málefnalega víðfeðma eins og þetta svið gefur tilefni til náttúrulega og ég get tekið undir bara langflest þau atriði sem hafa verið nefnd í umræðunni og horfa til framfara og bóta. Það eru örfá atriði sem mér langar að bara nefna svona sem viðbrögð við umræðunni. Fyrsta lagi það sem að bæjarfulltrúi Sóley nefndi varðandi flutninga á framkvæmdamiðstöð til Norðurorku og sá vinkill á þeirri umræðu að það sé erfitt að ráða fólk á núverandi kjörum og starfsumhverfi og ég held að hún hafi kannski hitt naglan á höfuð að þetta gildir svolítið heilt yfir bara hjá Akureyrarbæ og sveitarfélögum og tek bara heils hugar undir það að við mögum ekki einblína á að bæta kallastörf og bæta laun þeirra. En þetta sannarlega angi af stærri umræðu, bara hjartanlega sammála því. Nú, hvers vegna voru klappir ekki vottuð vistbygging?
Ég kann ekki alveg að svara því en eins og ég skil umræðuna þá hafi verið reynt að við innkaup á efnum að huga að því hvað væri vistvænt og hvað ekki. Það er ekki drosalega burðu fullyrðing eða vinnubrögð en eitthvað var fólk meðvitað þetta og reyndi en það var ekki tekin nein formleg ákvörðun heildstæð vinnubrögð eins og þú ert að nefna. Og ég veit ekki hvort það var gert eitthvað mat á því hvað það hefði kostað eða hvort það hefði verið talið verða svo mikið dýrara en auðvitað er bara ástæða til við stórar og jafnvel líka litlar framkvæmdir að hugleiða hvort að það sé yfir höfuð dýrara eða þurfi endilega að vera það, kannski er það ekkert. Og þá er kannski engin afsökun ef svo er. Varðandi það sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefndi framkvæmdamiðstöð og hvers vegna færa undir Norðurorku, hvers vegna ekki gera að öðrum turni eða samstæðu eða hvað við að kalla það umhverfis starfsemina og það sem að Vistorka er kannski, þar er hugmyndafræðin og eldmóðurinn eins og en það eru tengin rekstur núna en það eru hins vegar einingar sem að mættu þá alveg hugsa sér að yrði hluti af því eins og mögulega Molta, örugglega Orkey og kannski líka gasvinnslan sem er núna bara svona holt og bolt inn í Norðurorku og hálf munaðarlaus hvað varðar framþróun og markaðssetningu og svo framvegis. En mér fannst bæjarfulltrúi Gunnar tala eins og Vistorka væri hluti af Norðurorku sem að það í sjálfu sér er ekki þó að það sé þar í húsnæði og það er fjármagnað úr fleiri áttum náttúrulega meðal annars frá Akureyrarbæ. En það breytir ekki því að það er ljómandi góð umræða hvort að Vistorka eigi að fóstra miklu meiri starfsemi á þessu sviði. Varðandi aðgangseyri í Lystigarðinn, við ræddum það í ráðinu hvort að það væri góð hugmynd og okkur finnst þetta auðvitað mjög mikill rekstrarkostnaður sem er þar og niðurstaðan var svo í mannrétt að kanna möguleika á að vera með einhvers konar valfrjálsan aðgangseyri, það er að auka, þannig að það væri engum hent út, heldur góðfúslega beiðni að greiða lága fjárhæð. Nú klára græna trefilinn sem bæjarfulltrúi Gunnar nefndi, það geti verið ljómandi góð innspýting í efnahagslægð eins og bæjarfulltrúi Guðmundur kom inn á líka og þar væru þá störf fyrir konur og karla. Það er svona aðeins loða við að í efnahagslægð vilji menn kýla upp viðhald á byggingum en þá eru það fyrst og fremst verið að tala störf iðnaðarmanna sem komið eru í meiri hluta karlkyns. Ég vil líka rifja upp að ég held ég hafi séð í fjölmiðlum í dag að Lánasjóður sveitarfélaga væri að bjóða til sölu skuldabréf með 1,5% vöxtum en þá ætla sjóðurinn sé væntanlega að dekka sinn eigin rekstrakostnað en kannski bjóða sveitarfélögunum lán á 1,7 eða eitthvað í þeim dúr en það er ákaflega athyglisvert og þess virði fyrir okkur að hugleiða hvort við viljum taka svoleiðis lán til að framkvæma og koma hjólunum af stað. Sérstaklega væri þá verkefni sem að kalla ekki á eintóman kostnað til framtíðar heldur við erum einhvern veginn að búa í haginn. Með að fá ræðurnar inn á föstudegi eins og var nefnt, það er kannski tvær hliðar á þeirri umræðu myndi ég segja við stefnum auðvitað á að áætlanirnar komi inn á föstudegi, starfsáætlanirnar sem að eru þetta grundvöllur umræðunar eins og í þessu tilviki og ekki mikil ný sannindi í því sem að ég er að lesa upp úr þeim áætlunum, hins vegar þessar bollaleggingar og framtíðar vangaveltur sem að ég lagði fram og kalla og biðum viðbrögð frá ykkur að sjálfsögðu æskilegt og þegar við góðan tíma til að hugleiða það og ég fyrir mitt leyti vil bara taka það til greina, þá ábendingu. Já, og að lokum það sem bæjarfulltrúi Þórhallur nefndi varðandi Hlíðarfjall, það er rétt að ég og bæjarfulltrúi Eva og forseti okkar Halla Björk höfum nýlega tekið sæti í rekstrarstjórn Hlíðarfjalls og já, ég hef heyrt af þessu sem að var nefnt
svekkelsi varðandi að seinagang með að nýja lyftan komist í gang og svo þetta brautir sig ekki tróðnar og svo framvegis og við höfum heyrt fleira, styrð samskipti við skíðafélagið og þarna bara verk að vinna við að hjálpa þeim sem eru þarna í daglegu störfum við að ná betri tökum og fókus og krafti í verkefnin. En að lokum bara þakka kærlega fyrir mjög góða umræðu í dag og þakka fyrir mig. Og bæjarfulltrúi Andri Teitsson loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætlaði nú eiginlega ekki að koma, mér fannst flest allt vera að koma fram, svo myndi ég eftir einu máli sem ég langar virkilega að fá svör við. En kannski byrja á því bara að þakka þér, Andri, fyrir, mér skaman þegar stefnuræðunar eru í raunverulega, til raunverulegar umræðu eitthvað sem hægt að breyta og gera betur og það ekki oft sem það þannig að ég ætla bara að hrósa þig fyrir það. Mér finnst það skemmtilegt og skapar góða umræðu. En mér langaði að spyrja að því við ræddum hér fyrir svolítið löngu síðan, var þetta lausagöngu katta og þá var hér ákveðið að senda það inn í þitt ráð, Andri. Nú langar mér bara að þú fara aðeins yfir hvar það mál statt því að ekki virðist umræðan verið minni á samfélagsmiðlum og mér sýnist þetta að vera frekar vaxandi vandi heldur en hitt. Þannig að ég held að bara liggja á að við leitum lausna og ef við ætlum að banna lausagöngu katta þá þarf það að vera gert með miklum fyrirvara. Þannig að ég vil gjarnan fá svör við því. En fyrst ég bara komin inn upp, þá langaði mig líka bara aðeins að spyrja þig, ert að tala lífmassaverð? Að því þú ert að tala að fara að framleiða orku, að því við höfum rætt þetta lífmassaverð, ertu þá að hugsa í rauninni þá bara lífmassaverð, reksturinn fari undir Norðurorku, að þetta verði þannig uppbygging. Þannig að ég náði því ekki alveg, að því við erum búin að vera svolítið í og úr þessari umræðu varðandi lífmassaverð. Og ég held við þurfum bara að taka stefnumótandi ákvörðun hvort við ætlum að fara alla leið þangað. Vistorka hefur verið að gera rannsóknir á þessu og er að leita eftir styrkjum til að klára það. Ég held að vanti núna 20 milljónir til að sé hægt að fá svör við mörgum þeim spurningum sem við höfum. En allan eða svo það sem ég hef séð, þá liggja ýmis tækifæri í þessu. Og ég veist þetta kannski ekkit endilega bara verkefni sem að sveitafélagi verið og hugsanlega getum við boðið fyrirtækjum aðkomu að þessu á einhvern hátt. En ég var einmitt á vinabæjamóti í Noregi síðasta sumar og Norðmenn eru að gera skemmtilega hluti í þessum málum og til dæmis nota þeir brennslur til þess að snjóbræðslu í miðbæ hjá sér, mjög spennandi. Þar sem að mikill af okkar, mikill kostnaður í snjómokstur og fer sívaxandi í okkur, þannig að þetta kannski eitthvað sem við þurfum bara að fara að skoða, hvort að við getum nýtt okkar rusl á í að hita upp göturnar í staðinn fyrir að vera í endalausum mokstri. Varðandi listigarðinn, ég held að sé 3 ár síðan við ræddum það að setja upp svona sjálfsala sem að þú getur ráðið hvort þú borgar eða ekki. Mér finnst þetta bara ekkert spurning, bara gerum þetta og klárum þetta, hættum að ræða þetta endalaust. Það er ekki að taka 3 ára að koma einu svona fyrir. Síðan varðandi Nökkva, ég vil bara taka undir með bæjarfulltrúa Þórhalli að við eigum að hlusta á unga fólkið og mér fannst þau rökstyðja vel það að við ættum að bjóða hér upp á sjóbaðsaðstöðu. Ég held að hljóta vera hægt að finna lausn á því og vinna það í samstarfi með Nökkva. Varðandi strætó, það var líka rætt áður en að síðasta leiðakerfi var að hvort það væri ekki skynsamlegt að vera með einmitt skiptistöð þar sem að fjölmennustu vinnustæði bæjarins eru, þannig ég skil bara ekki akkur það var ekki skoðað til hlítar á þeim tíma. Og mér finnst bara ekki gott hvað við höfum floppað með síðustu aðgerð varðandi breytingu á strætómálunum á leiðakerfinu og þetta strætómál voru einmitt til umræðu á þessu vinabæjamóti og flestir eru að vinna í þessum málum hjá sér og þar kom einnig til þar var mjög skýrt að það rannsóknir sem að vinabæjir okkar höfðu gert
varandi strætó og þá var það skiptið engu máli hvort það verið greitt eða ekki. Það verið alfarið leiðakerfi sem skipti máli og það verið stuttur tími á milli þessa strætó kæmi. Þannig að það ferðatíminn sem að, og það að þú komist leiða þennan á stuttum tíma sem að hafa þar áhrif. Nú gerðum við fyrir nokkrum árum lista varandi sölu á fasteignum. Ég veit ekki hvort þú ætlar að koma eitthvað inn á meira varandi fasteignir, hvort það er heima hér eða ekki. Ég bara spái hvort það sé eitthvað ennþá verið að vinna með þennan lista eða hvar sú umræða er stödd. En ég sem ætlaði ekkert að segja. Takk. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið málsinu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúa, varðandi það sem nefnt var með frjáls framlög við listigarðinn. Ég styð þá hugmynd heils hugar, en þá þarf að útfæra það þannig að það sé hægt að borga með korti. Þannig að það séu gjaldpóstar við þessar 3 innganga eða 4 sem í listigarðinn, þannig að fólk geti sveifla kortinu vegna þess að það er engin með smápenning eða 500 kall í vasann lengur. Uppbyttu gatnamót, Eva, þetta er bara framtíðin. Þannig ég held við ættum að hugsa fyrir þessu þegar við erum að fara í að taka upp leggja ný stór gatnamót sem er mikil umferð, reikna með að vera mikil umferð, hvort að við höfum einhvers staðar aðgang að vatni sem við getum nýtt. Því að við erum búin að sjá í vetur að einhvers staðar voru gerða lagfæringar eða þá að skrúa frá og göngugatan hefur verið auð í allan vetur. Þetta er alveg til fyrirmyndar, búið að vera frábært. Alveg, þú veist, það er ekki hægt annað en að hrósa. Annað var það ekki. Takk. Það er bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka bæjarfulltrúi Evu fyrir þessa umræðu. Varðandi kettina þá var það þannig að í umhverfis- og mannvirkjaráði síðasta vetur var umræða þetta. Man ekki alveg hvort að hún var á undan eða eftir þeirri umræðu sem þú varst að vísa til. En niðurstaðan þar var sú að við gerðum ályktun þar sem að starfsfólki sviðsins var falið að koma með tillögur sem að myndu miða að takmörkun á lausagöngu katta og sem að var rætt að er hægt að útfæra auðvitað á ýmsa vegu. Þannig að það var fullur vilji hjá ráðinu til að gera þetta, en svo var einmitt rifjað upp á dögunum að starfsfólk sviðsins hefur ekki unnið neina vinnu að gagni og ég veit ekki hvort að þau tóku okkur ekki alvarlega eða hvað, en allavega okkur er alvarlega þeim sem að sitjum í umhverfis og alvara með þetta, þannig að við þurfum bara að brýna þetta erindi og fá fram þessar tillögur til að geti orðið raunhæf umræða þær. Varðandi sorpið að ég er ekkert endilega að tala um þennan risastóra draum, lífmassaver, gasvinnslu og það allt. Ég tel að við getum líka hugsað áfanga á þeirri leið og það kemur til greina að hlaða utan á moltu smávegis meiri verkefnum, eða það væri að minnsta kosti hægt í fullkomnum heimið, en nú er það þannig að á þessum stað sem molta þá eru skorður á hvað sé hægt að gera vegna ýmissa aðstæðna sem er ástæðulaust að fara út í hér kannski. En þannig ég er ekkert endilega bara að tala um þennan risastóra draum, heldur einhvers konar framfara skref og það er ekki tímabært að tjá sig mikið þetta stóra lífmassaver fyrir en er búið að gera þessa útreikninga sem að stendur til að gera, sem sagt að fara yfir hvaða magn af efnum væri að koma þar inn og hvers konar meðhöndlun og hvers virði yrðu afurðirnar og svo framvegis. En ef það tekst að hrinda fyrir vinnu á stað sem að, ef ég man rétt, myndi kosta 15-20 milljónir, svoleiðis mjög heildstæð og góð úttekt, þá værum við í þeirri stöðu að geta rætt það á einhverjum vitrænum forsendum. Og svo loks varðandi upphittu gatnamót, ég bara tek heilsugar undir þetta, mjög spennandi og mér fannst svekkjandi þegar var verið að rífa upp neðsta hlutana Þórunnarstræti
og svo var bara malbikað yfir það aftur og kaltaninn var meira að var verið að leggja hitavitulögn sko þar í gegn en hefði verið svo upplagt að leggja nokkra greinar út í brekkuna en það var mjög áhugaverði möguleikar þar. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið er laust. Þar sem fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs þá sé þessar umræðu lokið.